Mikilvæg Dr. Fútból, velkomin í Dr. Fútból, Maracanã knattspyrnu umræðunar á Íslandi. Við erum stödd í Túborg 10, húsi fótboltans á Íslandi. Dr. Fútból staðurinn þar sem að leikmenn labba inn og góðsagnir ganga út. Og leikmaður sem að var nú, bara svona óbreyttur leikmaður, kannski fyrir nokkrum ára síðan, Tómas Steindorsson frá Suðurlandi. Velkomin. Takk fyrir. Hvað segja Sunnlendingar? Sunnlendingar, það nú svona aðeins kannski svona knattspyrnulega, það nú svona aðeins svart yfir fótboltanum á Suðurlandi, en annars held ég við séum bara nokkuð brattir. Já, heldur betur. Stuð og stemning í Mosó, Gunni minn? Já, og Sauðárkróki. Það góður sigur í gær á móti Keflavík. Já, það körfuboltinn. Já. Það var hálf tómt í húsinu. Það var nú leiðilegt að sjá. Já. Þetta var náttúrulega sama tíma á Blækið. Já, við erum fallegir Túborg, tölum boltan. Tölum boltan. Og nú það þannig að þú getur sótt til rafmagnshristningin þinn, Tómas, í Veitensport. Já, það þetta að segja. Já. Þú ert ekki lengur að fara á Dalvegin, þú getur bara að fara í Smiðuvegin og sótt rafmagnshristningin þinn þangað og hrist próteinshakein þinn. Farið síðan í fjarþjálfun til hans Gilsarans sjálfs og látið hann taka ykkur í gegn, skoðið pakkana hans, farið inn á fjarþjálfun.is og segið að Dr. Fútból hafi sendt ykkur, og ég sendi eitt strák þarna daginn og hann heitir Gunnar Birgisson. Og hvernig gengur Gilsaranum og Gunnar Birgis að vinna saman? Þetta farsælt samstarf. Þetta svo sem verið, við erum að rifja upp gamla takta. Við vorum náttúrulega þarna saman 2000, langar með að segja kannski svona 16. Það tók mig í gegn 2015. Já. Bara góðum árangri. Já, þannig að nú erum við erum að byrja svolítið aftur og við erum að fara í ræturnar. Já, það að fara í ræturnar og eins og ég segi, fjarþjálfun, hann spyr hvaðan við heyrðu af sér og alltaf að skrifa Dr. Fútból. Það var hann sem að sendi mig hingað. Dominos Pizza, þetta Dominos helgi, þetta sé ótt að segja það. Dominos og Dr. Fútból, Dominos stoltur bakkjarl af þáttunum Alheimsdraumnum, þar sem Auðun Blöndal og félagar fara gjörsamlega á kostum. Sonur minn ennþá brjálaður, hafi ekki fengið að hitta hann. Hefur hann ekki fengið að hitta hann? Já, hann har ekki fengið að hitta hann, hann fekk ekki að hitta hann daginn. Ég hitt hann fyrir akkurat svona kannski 18 mínútur síðan. Já. Þá var hann á leiðinni í World Class að taka á því. Ég Smáralindamaður. Þeir voru í Kringlunni. Já. Ég get ekki farið í Smáralindin. Smáralindin. Við erum saman þar. Heldur betur, nei. Alheimsdraumurinn, fyrsti þáttu búinn, og Dominos eru með þeim í liði og rétt rúmlega það. Tékklabæður skoðan 15% afsláttur ef þetta segir að Dr. Fútból hafi sendt þig. Ef það stendur 4 í bílnúmerinu, þá er það apríl. Má maður fara oftar? Þú veist, mætti ég fara aftur og aftur? Bara til að hafa hann alltaf skoða. Já. Ég held að það er alveg faglegt. Já, mjög. Mér þætti það fagleg nálgun. Gunnar samt bara alltaf á það nýjum bílum, sko, að þú ert alltaf með 3 ár fram í tíma. Þú ert með 27 á þínum bíl núna, 28. Sko, mér hefur svona með varandi Jaguar markasetningun á Gunnar, maður svona aðeins að leggja hann til hliðar, sko. Einmitt, þetta náttúrulega alltaf erfið tímar fyrir hann núna. Já, af því að þú gafst þetta nafn á sínum tíma. Jaguar, eftir að sami Jaguar einhvern veginn fór varður rólegur, þá komin tíma á nýjar Jaguar. Nýr Jaguar mætur. Það er slakað á í blæstrinum, já. En maður átt að segja á því hvað skiptir miklu málaður með réttan nikkið. Af því að ég var svona skrakkar, voru að hlusta á Jaguarinn í morgun eitthvað, og það bara, hver er Jaguarinn? Gunni Birgis, já, boltið með Gunni Birgis. Já. Og veist, það skiptir máli. Einmitt. Og þetta eins og með naflan, hann er svo geðut nafn, allir krakkar elskan. Þú veist, ég var af því að úrslagkeppni í körfubolta er að hefjast í næsta mánuði, og þetta er fyrst skipti sögunni sem að stærsti gæinn í úrslagkeppninni er ekki inn á vellinum, heldur utan vallar. Að því ég var að sýna krökkunum leikmenn stjörnunum í körfubolta, þekki þessu göra. Og bara nei, svo maður er með mynda naflan, veit hver þetta er? Allir krakkarnir. Naflin. Svo ég líka stundum því ég upp á sín, sko, og þá var stundum verið að tala um eitthvað andra. Já. Alveg leggjum það algjörlega til hliðar, sko. Ég held að þetta verið fyrsta skipti í sögu íslenska íþrótta, þar sem að stærsta nafni, Kristoffer Eikóks, en eiginlega stærsta nafni verður á hliðalínunni. Courtside að taka viðtölin. Drengir, spurningin frá Tölvutek. Hún er svo sem ekki erfið í þetta skipti. Tölvutek trúir á hringrásina. Við trúum líka á það að sé þetta endurnýja gömul tæki, umhverfisvænd og sjálfbærni skipta Tölvutek og Dr. Fútból máli. Með hvað liða af allir þessi kallar spilað? Þetta
Sko, Everton langar mig að segja. Já, er hár rétt hjá þér. Tómas Stendursson, þú ert svona maður sem að ég hef svolítið gaman af þinni þekking. Já, takk fyrir það. Þú hefur margoft heillað mig með þekkingu þinni á enska boltan. Já, það er eins og það stikkið dálítið, sko. Þið voru búin að Nei, þetta er Marco Materazzi þannig, lengst til hægri. Ég man eftir honum í Everton, Mark Hughes. Svo er þetta hérna, ég er í miðvörður. Þetta er Valencia. Þetta er Ennerinn, minn maður. Já. Og Sander Westerveld, þarna sem spilaði 1 leik fyrir Everton. Vel gert, Tómas Stendursson. Takk fyrir það. Ég var bara svona ángríns að hér er enginn að grína. Hvað er þetta í að? Ég mætti þetta setna. Já, allt í lagi, áfram með þáttinn. Nei, það vita allir að Marco Materazzi spilaði með Everton. Það vita ekkert allir að Sander Westerveld spilaði með Everton. Ég ákvað svona að leifa mér. Ef ég spyr þetta, hvaða lið verð ég að spyrja ef það mynda Marco Materazzi þarna? Það verður bara að reyna að vera faglegur í hálfa sekúndu. Ég sá bara Mark Hughes, Marco Materazzi, það var eiginlega nóg fyrir mig. Já, þetta er, þú veist, ef þú sýnir myndahorm, þetta er eins og sýnir mynda Gennaro Gattuso og svaraði væntanlega Rangers. Já, ég veit. Kids these days. Damn the kids. Hvernig var þetta aftur í South Park? Them kids. Já, them kids. Já, eins og einhver krakki lit mig vita, heyrðu, þeir eru að stela Dr. Fútbollæginu. Já, einmitt. Já. Ég sagði, djúvill, þeim er ekkert. Jájá. Er þetta ekki Fort Manor? Jó. Bara geggja að sér búið að branda þetta sem Dr. Fútbollægi, sko. Þetta er risalag, sko. Dine out með Dr. Fútbol. Já, sinna kannski líka. En við byrjum á að kaupa okkur bréfin og allan pakkan hjá Dine out. Power-rankaðu fyrir mig Gunnar Birgisson. Ég veit ég er að fara að fá eitthvað faglegt. Ég hendi bara í þig. Já. Gunni, þú sér power-rankið og höfum það faglegt. Herðu, bara því að hann var í vikunni. Já. Það var 3-5 day. Já, Pippo. Já. Þannig að 5. mars er náttúrulega 3-5. Já, heldur við. Þannig að ég ætla að taka 5 bestu línur Pitbull í lögunum. Já. Já. Ég get, málið er, ég undirbjóð 20, sko. En ég held þú, sko, hitti tengdarsinnur Íslands. Ég ætla að byrja á Pitbull, ég ætla að eiga hitt inni. Ok. Ég ætla að byrja á Pitbull. Já. Er lagið þín vegna? Já, er lagið. Nóg faglegt. Já, faglegt. Ok, nummer 5. Númer 5. Það er úr laginu Drinks for You, sem er svona hliðarnafn af því, er Ladies Anthem. Já. Það er I'm like Einstein, I created my math, hated algebra, but I love to multiply, so I took my letters and made my numbers right. Það er mikið til í þessu. Númer 4, það er Give Me Everything, Já. sem er nú svona hans, kannski svona mesta, svona kannski, það eru bestu textarnir þar. Reach for the stars, and if you don't grab them, at least you're on the top of the world. Já. Think about it. Yeah, think about it, because if you sleep. Númer 3. For everybody going through tough times, believe me, been there, done that, er úr Time of Our Lives. Já. Og þetta er nú svona kannski anthem of a generation. Já. Og þetta er svona lína bara sem er gott að taka með sér út í daginn. Já. Númer 2. Það er aftur úr Give Me Everything. Já. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square and take a picture of me with a Kodak. Já, heldur betur. Svo er það hans besta svona kannski innkoma og það er í Dance Again með J-Lo. Þetta er við séð live, sko. Modern day Hugh Hef, yes. Playboy to the death, yes. Is he really worldwide? Yes. Ég var að klappa fyrir þessu bara. Þetta var ansi faglegt, ég verði að gefa þér það. Takk fyrir það. Þetta var, hann á margar góða línur. Hefur hann einhvern tíðan sagt Reykjavík eða Helsinki? Nei, Reykjavík, hann er náttúrulega búin að segja Helsinki. Já. En hefur einhvern tíðan sagt... Ég held að hann hef ekki sagt Reykjavík. Nei. Við myndum vita það, sko. Já. Hann á inni Reykjavík og Æsland. Hann er náttúrulega að túra núna bara Evrópu. Herðu, það eru margir á leiðin til Manchester að sjá hann og Shaggy saman. Shaggy er einu með honum. Já. Ég er mögulega á leiðin til Kaupmannahafnar. Það er svona open invitation. Ég vil alltaf freka fara til Manchester. Já, ég veit. Co-op-hollið þar er geðbil. Já, hún er frábær, sko. Búin að fara? Já, búin að fara. Skoðum aðra fréttir förum, ég ætla að láta vita því. Dogsón er að sjálfsögðu með Sony. Sony fæst í ofar, 98 tómur og við erum farnir að hefja söfnun. Við ætlum að gefa Gunnari Birgisinni nýtt sjónvarstæki. Hver haldi hefur verið fyrsti maður setti 2000 krónur í það? Hrafnkell Freyr Ágústsson. Já. Hann, hún fannst leiðilegt að heyra þeirra með 40 tómunar. Já, 42. Þetta er svona típist Keli líka að legginn, lætur ekkert vita því. Nei, það er ekkert að láta vita því. Nei. Margir myndu setja screenshot og Twitter eða eitthvað svona. Já. Búin að legginn. Hann ætlar að taka þátt í því öllum saman. Takk Keli.
Sony sjónvarp, við ætlum að safna fyrir því og við ætlum að gefa Gunnar Birgisni bara láta vita því að á morgun þá Dogzone og þá ætlum við að gefa 2 miða á seinni leik Liverpool og Paris Saint-Germain með öllu 2 miðar á þennan leik ég svo sem held að sé ekki hægt að kaupa miðana, jú, ég var að skoða á StubHub eða hvað það heitir allt saman það á 300 kall, 400 kall eða eitthvað slíkt. Gamli góði 300 kallinn. Gamli góði 300 kallinn, þannig að tjekkja á þessu, verið með okkur í Dogzone á morgun, við erum að fara að gefa þetta og við ætlum að njóta lífsins í leiðinni og ég ætla að segja ykkur eitt, það einn stærsta popstjarn á Íslandi sem verður með okkur á morgun og ekki orð það meir. What? Þetta eftir einnig. Sánatunna, langar ykkur í svoleiðis? Sánatunnu með panoramic gleri. Pappi var að kaupa tunnu hann var að kaupa eitthvað svona sánaklefa 530 skall í Bíkó, byggingu voru veðslum Kópavóks, búið að skafa við 300 kall. Kíkið í Bíkó um helgina, ná ykkur í sánatunnu fyrir alltaf 4. Kemst þetta á svalinnar einhver? Já, ekki kannski þínar en alltaf betri svalið. Þetta kemur reyndar ekki samsett, þannig þú getur úr að hringi mig þegar ég ætla að setja þetta upp fyrir. Það er bikarinn í blækinu akkurat núna og HK og Þróttur mættust í gær þar sem að þriðja liðið var í aðalhlutverki í þeim leik. Sjótt að segja það. Leikur sem endaði með 3-2 sigri Þróttar. Tómi, þú talaður það og labbar inn að það hefur svona verið þriðja liðið verið í aðalhlutverki. Já, það var svona það var umræðan dálítið hérna inni, já, ég get alveg tekið undir það en köttararnir segir sko verða að gefa þeim það það var góð stemning í Dinarsson í gær og þetta verða að sjálfsögða HK gegn Þróttur Reykjavík gegn Káa þetta var frábær leikur, þetta er bara svona með betri blagleikju sem ég séð á Íslandi í mjög langa tíma Þróttur Reykjavík HK þetta var HK-ingarnir, þú þarf greinilega að fara að mæta fleiri leiki hér því að ég hef ekki séð HK-ingarnir svona góða í allan vetur. Máni og Lulli frábærir, Artur Vlasov spilaði bara óaðfinnanlega eiginlega. En köttararnir, þeir voru svona ívið sterkari hérna í ótarhinninni. Sko, þegar ég fer á blagleiki þá reynir ég yfirleitt að finna Gunnar Árnason eða Jón Árnason sem eru bikar, eða sem blagbræðurnir eins og við kallaði þetta, menn með einhverja, þú veist, þeir eru með fleiri titla en putta sko, þeir eru með marga championship rings, af því að Rúf voru þarna með Sigurbjörn Árna, hvað sem hann heitir í Liverpool-búningnum að lýsa. Er það faglegt? Ég veit það ekki. Þú veist, hann var hann í Liverpool-búningnum á hliðalínu að lýsa, maður hefði gútir að hann og ég rætti við Gunnar Árna og spurði, hefur hann unnið eitthvað þessi gæi blaki? Þá hló hann óurlega því að Gunnar Árnason á einhverja 12 Íslandsmeistara titla og 11 Reykjavíkurmeistara titla þannig að ég var með og ég fekk faglega umfjöllun allan tíman meðan ég var að horfa á þetta. Já, og fyrst það bara beint ég Sigurbjörn er bara gamall dómari í blæki og bara nóg af titlum í frjálsónum og svo náttúrulega erum við með nóg af titlum í stúdíónu í Emil og Huldöln. Þú eru ekki pælt í að fá bikar eða blagbræðu tíðin? Gunnar Árnason og Jón Árnason? Ég er bara með svo gott heimi Emil og Elma. Emil náttúrulega hefur unnið þetta allt saman, bæðið sem leikmaður og þjálfari. Þetta var algjörlega frábært. Og gerði náttúrulega frábæra hluti með þetta hákálið. Rúfslagurinn í seinni leiknum. Atli Fannar á móti Gísla Martin. Það var líka hörkuleikur sko. Það var mjög áhugaveruleikur allavega. Sá leikur sveiflaðist meira. Það var ekki sama jafnræða á milli liðana. En gæðin mikil. Tölvöld gæði, ég saman á því. Kannski, af því að nú eru þessar bikarhelgar á boltaíþróttunum í Íslandi, það er að segja minni boltaíþróttum. Blækið, handboltinn, körfuboltinn og allir að leika sér í bikarnum. Bikarinn í fótbolta þá voru þetta miklar umræður á ástingi KSÍ það því að bikarinn blæðir peningum og það er að tapast peningar þarna margir kalla eftir einhvers konar breytingum Svíar hafa breytt eitthvað og alls konar búið að gera fikta í bikarkeppnunum getum við breytt einhver á Íslandi? Er ekki Svíarnir einhvern veginn með þetta þannig að þú veist alveg fram í 8-lega úrslit eða 4-lega úrslit það er spilað í rauninni fyrir deild og svo er úrslitin spiluð það er til þess að fá svona meaningful leiki fyrir mót leiki sem skipta máli. Nú eru normennir þeir að flytja bikarinn til mæ þeir ætla að spila bikarinn í mæ það er að segja cupfinalin
Það er hægt að gera ýmislegt, það bara spurning hversu viljum menn eru til þess að breyta til og prófa eitthvað öðruvísi. Ég held að fyrsta byrjun sé svona að reyna kannski að sikta inn á föstudagskvöld, reyna að spila þetta Under the Lights á Laugardalsvelli. Er það úrslitaleikin? Já, úrslitaleikin. Já, er þú að tala bara heildarmyndina? Já, bara getur eitthvað gert fyrir byggjarna? Ég meina það væri alveg hægt að spila úrslit held ég með, þú veist, 2-3 daga millibili. Ég held að það Ættum við að taka byggarviku eða eitthvað veist? Ég myndi halda að það væri alveg svona, við höfum alveg séð á bara áhorfi og umfjöllunum og umtali þessar byggarvikur sem að þú talar þessar minni boltaíþróttir að það er alveg klárlega að skila sér og ég held að þá svona er fólk meira investað. Þú ert ekki með undanúrslitaleik í maí og svo kannski bikarúrslitaleikurinn í júlí af því að liðin að spila náttúrulega Evrópukeppnir og eitthvað svona. Hvenær myndir þú vilja hafa þetta? Ég held að tímasetningin sé allt í lagi þarna í lok ágústunum í kringum menninganótt. Já, ég heldur betur. Mér fannst alltaf skemmtilegast þegar bikarúrslitin voru þarna í eitthvað 3. helgin í ágúst. Það verður að vera það, því að leiður komin í september, oktober, þá ertu farin að tefla á 2 hættum með veður. Sko. Heldur betur, getum við þá séð einhvers svona bikarhelgi þannig að bikarviku undanúrslit 3. miðvikudag hús Úslavíkir en þetta er svolítið, sko, sketsjúli, við eigum kannski ekki þessa viku. Nei, svo er það, sko. Nei. Það er nefnilega málið, út af því að öll lið eru í svona, þú veist, við erum að sjá þetta bæði kalla og kvennamegin að lið eru að fara í þessi Evrópuverkefni, komast mislangt og það er svolítið kannski fyrirsjáanleikin er erfiður í þessu. Af því að þú verður að vera með, sko, þú verður að vera með 4 lið sem eru bara með lausa viku, þú þarft bara að fría upp vikuna hjá þeim. Og þá er spurning hvort þú náður að búa þig til einhvern buffer aftast í mótinu fyrir þá einmitt að ef að þetta lið kemst svona langt í Evrópukeppni þá þurfum að færa þessa leiki og eitthvað svoleiðis. En hvort það sé búið að hugsa fyrir plan B og C fyrir þessi lið veit ég ekki. En ættum við kannski líka mögulega að hugsa þetta þannig að við ættum að kannski reyna að hækka verðlaunaféð þannig að þetta skipti einhverju verulegu máli getum við kannski fengið einhver til að setja bara í verðlaun eru 25 milljón. Já, það þyrfti að vera minni með 25 milljón en það er einmitt spurning hver var tilbúin að borga það sko. Já, við myndum bara en þá er það bara eitthvað og þá verðum við bara svo bikakeppni bara nótuð til þess að strjúka þeim góða einstaklingi alveg og við gerum kannski einhverja heimildamindir og einhverja áróður fyrir hann eða hana. En hvað sko núna hvenær dettur efstu deildin inn í bikarkeppnina? 32 liða. Það hefur alltaf verið skemmtileg umferð. Já. 32 liða. Ég sko hún er núna spiluð páskana held ég. Já. Geðveikt. Já. Skýrta og lögða og eitthvað. Gunnar, þetta er eitthvað sem þú vilt drepa, er það ekki? Að svona gæðamunur í byggar? Nei, þú ert að miskila. Ég er bara á því samt að lögustu liðin eins og er í fótboltanum að þá spila lögustu liðin sig inn í eða lakari liðin spila sig inn í að spila við bestu liðin. Ekki að þetta sé þannig að við séum með open pott í 64 liðúrslitum og þar mætist bara Víkingur og Breiðablik. Það er geggjað. Já, 32 liða. Nei, þú veist það náttúrulega má ekki, þú veist, þá erum við að skemma vöruna, þú veist, við verðum að sýta eitthvað inn í þetta. Það er bara mjög eðlilegt. Ég er algjörlega á móti einhvers konar síti. Ég er náttúrulega rómantíker og ég elska bara eins og þegar við fengum í byrjun janúar leikmannstjónu þetta þessi leikur undir Ljósson og Emirates sem að ég verður lengi minnum hafður. Ég manna strax í fyrsta. Og hvað er mannstjónu þeir eru byggjarkemni núna? Þeir eru núna bara í Evrópunni. Ég man líka bara eftir því þegar ég var lítill polli sko og KFR fekk IPVAF í byggartum 97-98. Þetta er að lifa enda dálítið sterkt sko í minningu. Já, algjörlega. Það er eðlilegt. Stærsta íþróttaminningi mín sem barn var 91 þegar Valur mætti IK á Smárakongsvelli. Já, einmitt. Og Valsmenn þurftu að vera í strætó í hálfleika þegar var ekki klefarar. Og IK komust yfir. Úlfar Óttarsson skoraði, það var allt vitlaust. Valsmenn voru bikarmeistarar. Þeir unnu 2-1, Sævar Jónsson þetta var skorað þetta í lokin, en það var allt vitlaust á Smárahvaminum. Gaman fyrir þessi litlu traditionalistar neituðu að spila á sandgrassinu. Já. Kópavogsvöllurinn var að vera að rífa hann upp, spilaði Smárahvaminum. Smárahvansvöllinum. Það er þannig. Þú þekkir það? Já, trúðu mér, ég þekki það ansi vel. Þannig að þarna voru allir traditionalistarnir mættir á einn stað. Þorlákur Árbær, já. Það eru nóga flottum leikjum í byggarnum framundan. Kormákur og Kvöt, mínu menn, voru magna. Slum skoða aðrar fréttir með Katt. Katt er mögulega flottasta vörumerki í heiminum. Katt er 100 ára. Katt fæst í Kletti og Katt
er líka á börnin mín og börnin þín. Nú, það er að segja 8 sekúndna regla með markmenn sem langað að ræða við ykkur. Það er að segja ef markmaður heldur boltanum í 8 sekúndur, þetta var nú upprunalega 6 sekúndur, þá er hotspinna. Hvað segja brósi? Sko 6 sekúndar reglan, Ég hef einu sinni séð dæmt á hún þú veist, það er ennþá regla, eða hvað? Já. Það er stundum dæmt á. Ég hef einu sinni, ég hef séð helviti marga fótboltaleiki, ég hef einu sinni og það var í Njarðvík, afturhalding Njarðvík. Anton Ari vinur minn hélt. Þetta var undir lokin og Gummi Steinars kom held ég á þryktunum í fjær í kjölfarið úr óbeinni aukaspinnu. Já. En þetta með 8 sekúndar Sko, er þá verið að afnema þessa 6 sekúndar reglu? Já. Þannig að það er 8 sekúndur þá fær hitlið hot. Já. Mér finnst alltaf svo refsing vera í samræmi við kannski Glæpin. Að það veri hotspinna í staðin fyrir óbeina aukaspinnu. Einu sem ég velti fyrir mig að sjá þetta, af því að væntalega, það er áblag, ég ætla að Arteta sé áblag ánægð með þetta, af því að þá fær hann hotspinnuna sínar. Hvort er hotspinnan hjá Arsenal vinstra megin, af því það eru hættulegar, eða hægra megin? Þú veist, því að Declan Rice deliveryið er allt annað og miklu meiri gæðum heldur en hinum megin. Þú veist, hvoru megin verður hotspinnan tekin? Af því að eins og mútið Arsenal, þá viltu alls ekki fá það á hot hérna megin, en þú ert alveg svona, það er skárrað að þessu komið hér. Já, verður það þá ekki bara fyrir eftir hvað markmaðurinn stendur? Hvoru megin skilur fyrir miðju? Já. Það verður farið í var, heyrðu, skoðum aðeins hvar hann var. Teknu beinlína á miðjan völlin og svo athugað. Já. Svo hvar svona miðju ásinn á. Já, en verður þetta ekki bara alveg eins og 6 sekúndna reglan samt? Það verður kannski flautað á þetta í 1-2 mánuði og svo bara, þú veist, fá kannski markmenn 11 sekúndna slaka og það verður ekkert flauta. Ég hefum ekki eftir að segja markmann. Það er ekki nema að fari bara skotklukka í gang þegar markmaðurinn grípur boltan. Það er hvenar, þú veist, því hann grípur hann, svo dettur hann niður. Þegar það verður að tefja undir lokin. Þú veist, þá er ekki byrjað að telja. Þannig, nei, þetta... Þeir eru svona medium rare spendir. Já, það mun bara ekki fara mikið fyrir þess að reglu. Ég held að það sé bara málið. Já. Þetta er áhugavert. 8 sekúndur. Hefur lent í slysi? Já, ég veit að nokkrir hér hafa nú lent í slysi. Það var tort sem sjá bætunar. Bílslys, tort. Vinnuslys, tort. Öll slís, tort og þú færið það bætt. Heri, það eru hérna mínir menn í FIFA, þeir eru oft með frábæra hugmyndir og þeir voru að fá hérna geggjaða hugmynd. HM 2030 64 lið 100 ára afmæli HM Þetta er algjör 64 lið I'm ready. Nei. Það var aldrei mikið. Voru þetta ekki áður 64 leikir og nú eru 64 liðið eða eitthvað? Jú. Þetta er náttúrulega bara brandari. Mér finnst bara svona, þegar verið að bæta svona ógeðslega mikið að liðum við, þá finnst mér þetta svo gjaldfella árangurinn það að komast inn á mótið, sko. Þá þykir það ekkert merkilegt lengur að komast inn á HM. En af hverju eru þeir að þessu? Þeir tölum 100 ára afmæli. Þetta verður svona centenary, sko, keppnin og þetta er svona... Þetta verða 48 á næsta HM. En svo er náttúrulega líka í þessu að það náttúrulega er hlutfallslega minnst fjölgun eða ekki í Evrópu. Jú. Að því þeir vilja fá, já, einmitt. Þannig að þú veist, sem ætti að vera hlutfallslega mesta fjölgun. Segjum bara hlutina eins og þeir eru. Þeir vilja fá Kína. Já. Þeir vilja fá Indland. Já. Þeir vilja fá, þú veist, þeir vilja væntanlega fá fleiri Afrikuríki þarna inn. Indverjinn þarf samt aðeins að rífa sig í gang ef hann ætlar að ná 64 liða mótið, sko. Það var heldur betur að lungin í ýmsu en ekki í fótboltanum í gegnum tíðan. Nei, þetta er að vera ágættur svona 30s og 40s og alveg í byrjun var hann að segja. Þetta var undir breska konungsveldinu. Já, en krikketið hefur svona tekið þar yfir svolítið. Það var auðvitað, eins og ég segi, það verður ég gerir ráð fyrir rússunum aftur. Já. Svona mér sýnist eins og hlutin að þróast núna, þá fæ ég rússana mína aftur fljótlega tilbaka í þegar mér finnst að gjaldfella allir þessi stórmót í dag. Hafa ekki rússana. Nú er hérna Ólympíuleikarnir í ár bara eitthvað rusla þegar vantaði rússana. Nú er hérna, nú eru Ólympíuleikarnir, þeir voru ekki rusl, en nú eru Ólympíuleikar framöndan vetrarólympíuleikar og nú er heimsmeistaramóti í skíðagöngu og ég get alveg viðurkennt það að skíðagangan hefur liðið alveg klárlega fyrir það að rússarnir séu ekki með þarna því að þetta var svona yfirleitt sú þjóð sem að ásamt Svíum sem að veitti Norðmönnum hvað mest að keppni
bæði kalla á kvennamegin og sama eins og við erum búin að sjá eins og í skíðaskotsuminu annað þetta, þú veist ég vona bara íþróttamannana vegna að Rússland verði að þetta mál verði búið að Við sjáum líka bara eins og með Eurobasket, það verður alltaf stjörnumertur titill saman hvaða lið vinnur því að Rússandur eru ekki þarna. Því að Sovétmenn eru sigursælasta þjóð. Veistu hverju voru það? Það voru Litháarnir. Sovétmenn eru sigursælasta þjóð. Já, Litháarnir og þeir byggar að fara yfir til Rússlands. Já, þeir fóru yfir til Rússlandi. Það voru allt Litháar sem tryggðu svo. Það var engir frábæri Rússar. Hafa verið einhverju góði Rússar í NBA-deildinni. Andri Kirilenko AK-47 var góður en þeir eru svona solid 8-liða úrslit, 16-liða úrslit, ekkert meira en það sko. Ég er ekki vissum að ná AK-47 Hann er ekki ennþá nefnilega, það er vandamál. Það er engin AK-47 Þeir megum vantar ekki spila þarna. Nei hann verður aldrei stjörnum en pólverjarnir ákvaða bara niðurlega okkur eftir allt sem við hefum gert þér á völdu okkur með sér í riðil þú veist, Craig Peterson hvað er ekkur til hans? Það er 0-16 væntanlega mótsleiki, hann tapar alltaf let's pick that guy já, undir svona yfirskriftinni vina þjóð en allir hafa ekki síðast svona þetta gott til glóðarinnar sjá sér leik á borði, vita að Chris Acox verður líklega ekki með hugsa með sér, let's play Ísland vinnur leika á þessum móti verðum 1-12 1-11 eftir móti þetta er 5 leikir 5 og 5 spilum efstu 4 fá ekki ennþá 1 punkt fyrir tap alltaf punktu fyrir tap þannig að við förum nú ekki stigalausir í gegnum þetta mót það er alveg klárt þannig að já, pólverjarnir það er einn furðulega regla maður já, pólverjarnir ákvaða hjóla í okkur en þetta er bara, er ekki frábært tíðindi fyrir okkur sem ætlum að fara? Jú, að því að Katowice er líka svona er beint flug þá? Já er play að fljúa? Var ekki við? Það er eitthvað annað flugfélag en play fljú vantilega beint ég gerir á þeirra að vera mikil eftirspurning á þetta mót Katowice er sérstaklega á þessum árstíma mjög falleg þetta verður áhugavert hvað verða Álftnesingar með marga leikmennana? 1 gerir það allavega 1 færðu GM pening með þeir spila úti fá liðin borgað já, svona eitthvað konar trygginga peninga eitthvað nei, það ætla ég að lögum mér efastum ég sá þarna fyrir mig smá peninga í vasan hjá Brjánsson mínum fyrst að skaffa leikmenn í þetta mót skaffa vinnuaflið Kjarnafæði skaffar kjötið á grillið Warning frá Kjarnafæði 4 vikur í bestu deildina Tómas Steindorsson þú ert svona þessi nýja kynslóð þú ert sterkur allstar í raun og veru í íþróttunum þú ert góður í sérstaklega körfuboltanum og fótboltanum og fylgist vel með öllu hvað er bólurinn að tala fyrir bestu deildina núna? Hvað er að fara að gerast í ár? Er þetta bólurinn náttúrulega tala bara mikið þetta tveggjahesta hlaup sko Víkings og Breiðabliks það er svona það er ekki að hleypa öðrum inn í samtalið nei, í raunin ekki en ef ekki að segja svona í því samtalið sem ég átti bólina þá er kannski svarti hesturinn eru káringarnir hans Óskars þetta eru svona þessi 3 nöfn pop upp daldið í minnu umræðu það sem að káringar fá mjög erfitt prógram til að byrja með og það er líka að þessi völlur þeirra verður ekki klár fyrir en ég sé hann vera klárt seint þeir eru fínir á Þróttaravellinum bara í Laugardalnum já, maður vonar það þeir voru góðir þar í fyrra allavega en af hverju vilja frekar spila á Þróttaravellinum heldur en á Vivaldi? Það heldur nú bara að sé er ekki gerðugar sem nýra á Þróttaravellinum já, það getur verið af því að svona Vivaldi var einhvern veginn svona af því að K.R. í gamla dagi körfuboltanum spila alltaf út á Nesi handboltinn spila út á Nesi og þú veist, maður einhvern veginn maður finnst svona eðlilegt Gróta K.R. þetta hefur nú oft verið saminat bara í einhverjum sportum og svona stuttar rölt af ljóninu á Vivaldi en þeir kjósa að vera í Laugardalnum það er þetta svona þau segir að það er að skrítið sko það lítur að vera einhver ástæða fyrir því þetta er svo stutt frá Vesturbænum bara hver er ástæðan? Veistu það kunni? Nei, ég myndi eins og ég segi bara nýra gerfgræs ég myndi halda að það sé bara nýtt gerfgræs og mögulega kannski betri aðstæða bara svona heilt yfir en allavega þá var Vivaldi völlurinn samþyktur fyrir bestildina eða það er ekkit klárt það var svo sem ekkit vesinn á því ég meina þetta eru þetta allt svona bresta og þetta byrjar á Gunnar Birgis slagnum liðinast 2 Breiðablik og Afturelding mætast
svo sem með 3 lið þetta árið Gunnar Birgisson þannig að það verður stuð hjá hennu sama hvað Hvað er þriðja? KR Já Það er búið eyrnamerkjaði 3 Við liðum erum svart Þannig að eru í rauninni 25% líkur bara að þú verður Íslandsmeistari sama hvað sko Þetta er í öllum íþróttum Það er skemmtilega En er ekki bara flott, er ekki alltaf að tala hvað Káringar séu í góðu formi, eða Óskarsliðin er alltaf í góðu formi á undan öllum öðrum, er það ekki flott að fá bara erfitt prógram til byrjun? Jú, gæti vel verið þetta, eins og ég segi Erum við, það verðist allir verið með Eyjamenn niðri Hvaða lið ert þú, hvað er bólurinn að tala að fara niður? Kannski fer illa í þig sem sunnlending Já, það fer frekar illa í mig og vestri second season syndrome eins og við köllum þetta Jú gaman fyrir að gæti verið þingra einhvern veginn núna Héldu sér þetta upp á markatölu í fyrra Já, en náttúrulega verða kannski með heimavöllin núna allt tímabilið vonum við en þeir svona allir þeir séu ekki líklegastir hjá bólnum Já, til að fara niður þó að þeir séu nú svolítið mínu menn í þessari deild sko svona ég sem vinur landsbyggðarinnar Hvaða lið ertu með niður hérna Gunni? Svo þegar þú horfir blákalt á þetta Nei Ég er sammála Tómasi ég held að Vestri gæti orðið í brassi og IBF verða held ég í brassi töpuðu 6-3 á móti KR í gær leikur sem var spilaður á áhugaverðum leiktíma 13:30 Ég sá Gummi Ben talaði á X hjá sér að það voru 1500 manns á leiknum Já, ekki nema, já Þannig að Káringar eru greinilega fjölmenna til að byrja með svona á tímabilinu Meins bara geggjað IBF er ennþá á leiðinni í þessu deild er á að fara í þessu deild núna Víðir Þorvar, hann er alltaf að einhvern veginn á sínum stað hann poppar alltaf upp ógnar með hraða sínum og krafti en já, ég held að þetta verði svona kannski þau lið sem að verða í hvað mestu brasi Káringarnir líta mjög vel út og þessi leikur hjá þeim í gær var mjög góður og en það er svona kannski það er aðra sögu að segja úr ef við ætlum að horfa líka þessi í lengjudildina það er aðra sögu að segja úr kortum það er einhver óveður ský þar Einmitt Já, það hann er fann að grína og þá er ég meina, 1-1 jafntefli við Já, ég er sáttur við það Sáttur? Já, ég er yngar alltaf góður í prísísson Þeir eru það reyndar. Þetta er reyndar, sko, ég skal reyndar alveg gefa það. Þetta er mjög skrítið prísísson. Við sjáum til dæmis þessu stjörnuna. Ég hef ekki neinar áhyggjur af stjörnunni þrátt fyrir að þeir sé að tapa á móti Keflavík og gera jafntefli við Leikni. Ég held að stjarnan verði alltaf mjög öflugir og þeir eru með gott lið og allt svoleiðis. Þeir eru bara einhvern veginn ekki alveg að fá hlutina til að stemma en Jölja Ból kominn með bróður sinn á bekkinn. Já. Garpur á bekknum. Já. Jaha. Hann verður að með utanvega hlaupin hjá stjörnumönnunum. Bakarslaup. Já, bakarslaupin. Ég, náttúrulega eins og ég segi, ég skora alla að vera með í bakarslaupunum í ár. Já. Hvað eru þau mörg núna? Þau eru, held ég, 5. Nei, 6 í ár. Já. Og margir að leggja kylfurnar á hilluna og fara að hlaupa. Það er brennivín og vesen sem fylgir gólfinu. Svo er líka bara erfitt að fá rástíma. Já, og svo erfitt að fá rástíma eins og að skora á alla. Nú var endur að búið að taka okkur gólvöllin át á Nesi og í Sandgerði. Það er nólaust í Grindavík. 45.000 skall, frábær völlur hjá mínu besta fólki í Grindavík. Dr. Fútból og Grindavík. Áfram, Grindavík. Ég trúi. Vá. Gæsahúð. Já. Dr. Fútból eini vinnu Grindvíkinga í íslenskum fjölmiðlum verið stöðra. Já. Síðasti vinnu Suðurnesjana. Förum og skoðum Evrópudeildina. Heyri, þetta er þím. Gekka þím. Já, þetta er þímið okkar allra. Vantar þig eitthvað í þessu lífi? Láttu þá volta það heim til þín. Volt sendir allt heim til þín og þá meina ég allt heim til þín. Þekktasti fyrir að senda matinn, mjólkin, brauðið, hvað sem er, fara inn á Volt og láttu volta það heim til þín. Æðisleg þjónusta og það er ekkert breytt mínu lífi jafn mikið eins og þetta á síðustu 10 árum. Það er Volt. Bara allt. Já. Ég er eiginlega Volt alla daga. Já, ég menna þegar maður er að panta, þú veist, þegar maður fer erlendis og er búin að vera að panta, þú veist, á hótelinu og eitthvað svona, þú veist. Koma heim. Að koma heim og fá líka þessa þjónustu hérna heima. Það er eiginlega bara ómetanlegt. Praise the Lord. Já, það komur nú oft. Evrópudeildin í gær og
Við tölum þessar slæmu minningar sem Orri Óskarsson á af því að spila við United. Hann fekk 2 færi í gær. Þegar hann flegði þeim út mestartil. Það? Hann fekk 2 færi í gær. Kunni. Já, hann kemur inn og breytir algjörlega þessu leik og meira þess að vinnuðin Pól Skóls segir það sama. Ég skil ekki þetta Oyarzabal experiment. Hann skoraði? Já. Fyrir utan það þá gerði hann mjög lítið. Svo sé þetta bara mjög góðir í þessu leik fannst mér. Nei, Gunni, þú varst að horfa á blaka á saman tíma, þeir eru ekki góðir í þessu leik. Það eru bara of margir baskar. Það eru bara of margir baskar í þessu liði sem eru bara ekki nægilega góðir til að spila. Það eru bara of margir, akkur segir tölfræðin það öll? Sko, það er að því að þeirra það eru bara of margir baskar í þessu liði sem eru bara ekki nægilega góðir. Já. Bara því miður, þú veist, ég skil í raun og veru ekki akkur hann ákveður ekki að byrja með Orra því að Orri kom mjög ferskur inn. Já, hann var bara mjög ferskur þegar hann kom inn. Ég hugsaði með fyrstu 70 mínútur, hvernig á þetta sjósitallið bara skora mark í þessu lífi? Bara, það var ekki nokkur einasta leið, svo bara kemur þessi óvænta hendi sem enginn var að biðja og eftir það, þá fáður þessu flottu færi. Orri kemur inn, kveikir í svona leik, notar reyndar vitlaus að löppi í einu slúttinu sínu, hann ætlaði að reyna að gera eins og Markus Thuram, kross frá hægri, hann ætlaði að nota hægri löppina. Svo á hann skot sem að hefur á bara allan sinn feril verið inni, hann er náttúrulega bara vanur einhverjum dönskum markmönnum. Hann kom bara Andri Onana og sagði bara, nei, þetta fer ekki inn. Og sterku höndina. Nokkri í dönsku deildinni. Ég horfði eitt leik í Evrópu í gær. Fenerbahce Rangers. Já, heyrðu, segðu frá því. Þetta er náttúrulega, sko, þetta Fenerbahce lið er ótrúlega, þetta er svona smá eins og að fara bara í tímavél, það mór inn í á hliðalínuna, svo er þetta bara Edin Dzeko, Filip Kostic, Tadicin er þarna, já líka, svo komu Skriniar, Amrabat. Já, Skriniar og Amrabat eru þarna og sko, voru heppnir í gær að tapa 3-1 fyrir Rangers, það var dæmt 2 mörk á Rangers í leiknum sem var bara svona millimetra spursmál upp á rangstöðu. Í rauninu er þetta bara 5-1. Sko. Heyrðu, en sáu þið fyrsta markið hjá Rangers? Hafið þið séð svona tæft mark í sögum? Ég hef aldrei séð svona. Nei. Það er semst, boltinn rúll bara dómarinn sýnir úrið, svo kemur replay af þessu. Þetta er bara, þetta var unreal tæft. Og það voru bara 2 sambarlega atvik, sko, það sem var tekið af þeim mörkin. Já. En 3-1 sigur hjá Rangers svo. Já, þessi tyrkneska deild. Mourinho hefur bara sagt það sjálfur, að hann er í rauninni bara smá brandari, sko. Og sáu þið Mourinho á blaðamannafundinum? Nei, ég misti það. Hann var að þykjast vera sofandi. Það var eins sem spurði svo langra spurningar. Hann var greinlega í gír. Hann er alltaf góður, sko. Já, þetta var... Ert þú stressaði fyrir setanleiknum móti Sósitall? Nei, alls ekki. Eftir að hafa séð þetta Sósitallið, maður er svona í vægu sjokki. Og bara ég satt og horfði á hann leik í gær og ég sagði hvernig ætlaði að skora á United fengum gefins vítaspyrnu og það er eiginlega ef þið fá 3 gefins víta á Old Trafford þá getur orðið leikur ef við skoðum og sánaði með þínum enn? Já, náttúrulega öll völd á vellinum og þannig að maður verður að vera ánægður Asset Alkmaar og Tottenham mættust í Hollandi í gær þar sem Asset vann 1-0, ég held að muni nú ekki næja þeim, þetta var slísrætt sjálfsmark sem að Bergvall skoraði. Já, mjög. Já, og þeir fengu útrúlega lítið að færum og ég raun og veru bjargaði Vikari og þeim með glæsilega one-on-one vörslu. Já. Þannig að þetta hefði geta verið verra. Ef við skoðum aðra leiki í... Stærstu úrslitin eru náttúrulega Bodo Glimt heima á móti Olympiakos 3-0, það er stærsti sigurinn. Er það stærri Rangers? Það er stærsti sigurinn í Evrópudeildinni í gær. Já, í tölum. Já. Og þetta er orðið bara norm að Bodo Glimt sé bara að vinna leiki í útsláttarkeppni 3-0 sko og Kasper Hög sem að hlaut nú ekki náð fyrir augum stjórnenda á Hlíðarenda, hann er með 2 þarna. Já. Þetta var hann í val? Já. Hann var í val, já. Í alvöru? Það er ekki nema vona að spyrja, hann fekk aldrei að snerta völlin. En hann var komin ekki bara árið sem þeir unnu mótið, var ekki 2020? Ég held það, þannig að hvort það var 2019. Nei, kom hann ekki þegar að 2019 þegar að það var svolítið í skrúinni. 2020, þegar þeir rulluðu mótið og þeir eiginlega þurfti ekki á hann að halda og þeir náttúrulega pökkuðu saman þessu mótið með einhverjum ótrúlegum yfirbörðum. Já, þeir voru með 2,44 stig að meðaltali og sigruðu þar að lenda mótið. Það var COVID-mótið fræga. Já, ótrúlegt dæmi hjá þeim. Nú, ef við skoðum aðeins
aðra leiki í Evrópudeildinni því að Frankfurt vinnur Ajax 2-1 útivelli, Róma skora með loka spillu leiksins á móti Athletic Bilbao og Lazio vinna Viktoria Pilsen, fá 2 rauð. Ranieri búin að taka held í 24 af síðustu 27 stigum. Það var náttúrulega ótrúlegt í þessum Lazio-leik sko að þeir eru 9 þeir eru skora sigurmarkið í lokin 9-11. Ísaksen með sigurmarkið þar. Sko Bót og Glimt hafa kannski lært af Víkingun, hvernig hún spila við Grikkina, hafa það kalt. Já. Hafa það kalt, elskan. Það hefur verið ískalt í Glimt helgina. Ef við kíkjum svo á conference-deildina þar sem að Chelsea kaupan upp 2-1, þægilegu sigur Lundunarbúa þar. Mér sýndist AK Ritz í Clubbed Up hafa fengið Jadon Sancho treyjuna. Já, hann var í út að bara. Ég setti nú nokkra evrur á það að þeir myndu skora þeir kaupmanafnamenn þegar ég sá Jadon Sancho kom inn á og það klikkaði ekki. En strákurinn George Little, hann lagði upp hjá Chelsea-liðinu Reece James á miðjunni og skoraði, en ofboðslega auðvelt og þægilegt fyrir Chelsea-menn í þessari blessuðu sambandsdeild. En geta það fara alla leið, það er stóra spurningi. Það er ekki allra. Það er ekki allra að fara alla leið í þessu móti. Ég veit ekki það, manna best. Nú, en þú kynntist í síðan að Evrópudeildin, það er eitthvað allt annað skrimsli. Já, það er allt annað skrimsli. Panna með 3-2 sigur á Fiorentina, flottur sigur hjá þeim. Victor Gimaris kom fólki væntanlega óvart með 2-2 jafntefli á móti Real Betis, þar sem Antoni minn maður lagði upp. Pafos og Jurgården mættus og Pafosunnu 1-0 og Jurgården. Panathinaikos að vinna Fiorentina, það er áhugavert. Já, er það ekki samt bara alveg þannilega eðlilegt? Já, en segir það okkur ekki kannski aðeins svona, það setur þannig fyrirleik hjá Víkingum í aðeins annað samhengi. Bara hvað voru öflugir? Já, og líka kannski hvað Panathinaikos voru ekki einhvern veginn á deginu sinni þar. Ég ætla frekar að tala um í Helsinki, eins og þú talaður áðan að Olympiakos í kuldanum í Bótu. Ég kýs frekar að tala um hversu magnaði Víkingar. Já, ég er alveg sammála því. Við getum verið þá bara að vera sammála um að vera ósammála í því öllu saman. Sammála um að vera sammála. Molde vinnur leiki að Varsó. Já, 3-2, tæft. Eftir að vera 3-0 yfir. Það leit svo vel út hjá þeim. Bjóða upp á Innví, Borgbanni Lúka gera jafntefli við Rapid Vín. Já, þetta Evrópaævintýri þeirra verðist engan enda ætla að taka. Skoðum ensku úrvalsdeildina. Búm. HP fæst í OK og OK elskar tölvukerfi. Dr. Fútból elskar enska boltan. Eins og OK elskar tölvukerfin góðu. Þetta áhugaverð helgi framundan í ensku úrvalsdeildinni. Strákar, ég ætla bara að fá okkur áður en við byrjum að ræða þetta. Já. Þið með ráða að reka einn þjálfari í ensku úrvalsdeildinni. Hvern rekið þið og gerið það faglega? Gunnar, ætla þú að Tómas mátt byrja. Byrja þetta? Tómas, þú mátt byrja. Ég ætla mér finnst það náttúrulega búið að reka dálítið að þessum mönnum sko, sem átt að reka þarna í svona sem búið að reka núna, sem voru lélegir. En ég átti smá brasi með þetta, en verðum við ekki bara að refsa Southampton þjálfaranum? Já, fyrir að bara koma fáránlega súr inn í þetta. Já, bara koma með, að þú veist, bara glatað upplegg, skilur við? That's a cop-out, bro. Já, ég held að það sé ekki spurning. Hann bara múin algjörlega volus. Cop-out. Hvað ert þú með Gunnar Birgisson? Ég er Rúben Amorim. Þú mútið láta hann fara? Já. Hvernig ætlar það þá að ráða? Bara einhvern sem að spilar bara svona frekar 4-3 bara? Já, bara einhvern svona formfastari fótbolta. Þú veist, ég held bara að þetta kerfi með þennan leikmannahóp hendi ekki og það þurfa að sækja of marga leikmenn í systemi. Það ekki þetta að reka hann núna? Nei, ætla ekki að gefa honum heilt undirbúinstjömbil og leiðum að aðeins að tvíka leiðum til. Ég held bara að þurfa að sækja svo marga leikmenn. Ég held að það sé aðalmálið. Ég held að séu bara ofáir leikmenn sem að geta spilað þetta kerfi, þú veist, sem að býður upp á. Meðan Evrópuævintýrið er ennþá svona sprellifandi. Við náttúrulega vitum að þetta er ekki að fara að gerast. Þú baðst okkur bara að reka einhvern. Já. En af hverju tekur ekki Rútan Instru át? Ég meina,
Leicester. Ég held að sé alveg að þetta berga Leicester. Já, ég held bara að Wolves og Everton séu töluvert betri. Já, ég meina, Cunha núna átt. Já. Og hvað fekk Cunha langt bann? Var það komið? Hvað fekk Cunha langt bann? Ég bara... Nei, ég held að það nú ekki verið komið. Nei, hann hlýtur að, það hljóta að vera eitthvað slatta leiki sem hann átt því að hann náttúrulega hafa sem svo fíplatna á gegn Bournemouth. Það ekki komið. Kildi menn og þannig að ég held að þetta verið fullt af leikjum sem það fær. Já, en ég meina, já, ég er líka bara að hugsa svona þjálfara framtíð Ruben Amorim. Samkvæmt að fór með Erik ten Hag. Já, hvað með hann? Hann er nú ríkur. Já, algjörlega, en ég meina... Er það ekki að það motivation í öllum sem köllum? Mér þess að hérna vinstri kóngurinn Jürgen Klopp, hann er nú ríkur. Komin í hérna orkudrykkina. Það er náttúrulega líka það sem það mennir að leta. Snildin er að vera að láta eitthvað 3-4 borga sér sko. Já. Það er listin. Þegar sko á Ítalíu þá sjáum ofta sami þjálfarinn kemur tilbaka. Já. Það er oft bara peningalegum ástæðum. Við erum ennþá að borga Tómas Steindós hérna. Rákum hann fyrir 7 mánuðum. Komdu bara aftur. Einmitt. Það er snildin við þetta. Þannig að þið eigið Manchester á Ten Hag inni. Belgarnir líka mikið þessu. Já. Reka og taka menn aftur. Hann allar að fer í 3-leikjabann og áru kannski bætt eitthvað við þetta hjá Cunha. Ef við skoðum aðeins leikina sem eru helgina, Liverpool eru væntanlega að fara að pakka Southampton saman. Nú Manchester United sem unnu Arsenal fyrr á þessu ári fá þá í heimsókn á Old Trafford og þetta er svona lið, það er alltaf barningur þegar þessi lið mætast. Tímabilið svo sem búið heima fyrir hjá báðum þessum liðum þó að auðvitað Arsenal séu ennþá í baráttunum annarsætið. Þá er svona Nottingham Forest að fatast flugið og líklegt að byssurnar skitturnar haldi í það sæti, þannig að kannski lítum fyrir liðin að keppa. Það var náttúrulega sko mikil framherjavandræði hjá Arsenal. Já. Ég tók eftir þessum leikmanni í leik Arsenal West Ham. Gaur sem er á bekknum hjá Arsenal sem heitir Nathan Butler. Já, Butlerinn. Butlerinn, ég er alltaf að bíða eftir að Butlerinn fái tækifærið. Hann fær tækifærið. Því að hann er með frábært track record, þannig 22 ára gamall, er þarna á bekknum hjá Arsenal, virðist ekki fá sénsinn. Tímabilið 22-23, fyrir hann lán til Accrington, 11 leikir, 0 mörk. Næsta tímabilið eftir, Tjeltenham, 14 leikir, 0 mörk. Það er gaur á bekknum Arsenal, sem er 22 ára gamall, sem hefur ekki skorað mark í fullorðinsfótbolta. Ég er svona, hvað er að gera þetta? Án gríns. Þetta er bara Arsenal. Já, mér finnst að því hann er ekki 18, sko. Hvað akkur segir þetta er bara Arsenal? Nei, ég veist hvað ég á við, þetta er næri annarsætið. Þú veist. Þannig ég hefði gaman að fengjum að sjá Butlerinn. Fá einhverja mínútur. Eru Arsenal first loser í þínum öðum? Þú veist, ef þú ert ekki fyrstur, þá ertu bara the first loser. Ok. Breytir kallar það the runner-up. Þeir kallar það runner-up. En þeir eru með flott projekt í gangi og verður gaman að fylgjast með þeim. Við sáum bara dropp hjá Arsenal er annarsæti, dropp hjá Manchester City er 4. sæti. Já, flott. Dropp hjá Manchester United er 14. sæti. Sko, ef við skoðum aðeins hérna Tommy. Já. Aðeins með West Ham, áður við sleppir. Lucas Paqueta, það er alltaf svona reglulega lesmaður, hann geti mögulega verið á leiðinni þetta langt bann og svona langt bann og eitthvað svona. Hvað er actually að frétta? Það sem er að frétta núna, sem við erum að lesa í gær, það er náttúrulega einmitt, við erum búin að lesa þess að frétta, þetta er búið að vera yfirvofandi. En ég held að það eigi bara dæmi í þessu núna næstu 3 vikum. Hvort að Lucas Paqueta eigi bara einfallega að fá bara lífstíðarbann sko, frá fótbolta iðkun. Svak. Sem eru þætti nú svona ansi harkalegur. Já, sko. Ég ætla að fá að vera ósammála því. Ég meina, þetta er samt þannig að þetta er Gunni, við vitum að báði, sko, ef við förum bara höldum persónum leikundum fyrir utan þetta. Þér hefur orðið á í þessu lífi. Er ekki frekar að fyrirgefa honum? Jú, en ég er alveg sammála. En við þurfum að refsa honum eitthvað smá. Ekkert eitthvað smá, hann þarf að fá 6 mánuði? Já, Ríó Ferdinand 8 mánuði fyrir mér finnst mér ósanngjarnt að hann og Ivan Toney væri að fá Ivan Toney var ekki í beinu matchfixing var ekki talað að hann hafi ekki verið til dæmis þáttakandi í þessum leikjum. Já, nú ekki sem að sanna upp á Lucas Paqueta. Er ekki verið að tala um þessi gulu spjöld og þetta? Já, það flugu þarna klippur sem að hefur ekki sannaði þessum efnum. Hefur ekki að segja að þær hafi svona verið helviti grófar. Við slum tippa á þessa leiki og gera það nú strax matchatags með Dr. Fútból. Þið fá báðir
fóði jafntefli. Nei. Það var recount. Ha? Já, hann var með jafnt. Birkir Búlis gleymdi að telja jafnteflið hjá Birkir. Brighton og Newcastle. Þannig að það var jafnt 21-21. Blörin remains undefeated. Þið fáið báðir Mats Attacks spjald sem ástendur áhugi 0. Ég hætti 6 stig á United Fulham regular time. Já, 6 stig fyrir hárrétt úrslit, 3 stig fyrir rétt tákn. Við slum kíkja á þetta og svo getið þið notað spjaldið áhugi 0 sem tryggir ykkur 6 punkta. Gunni byrjar og svo það Tom As. Nottingham Forest, Manchester City. 2-4 Manchester City. 1-1. Brighton Fulham. 1-1. 2-0 Brighton. Crystal Palace Ipswich. 2-0 Crystal Palace. 1-1. Liverpool Southampton. 6-0 Liverpool. 1-0 Liverpool. Já, Brentford Aston Villa. Þetta skemmtilega leikur. 2-2. Ég ætlaði að segja 2-2. Máttu alveg gera það. Já, mér fannst svo líkt. Ég ætla samt að segja 3-2 Aston Villa. Wolves Everton. 1-2 Everton. Þetta 0-3 Everton. Já, þetta eru snillingar. Chelsea Leicester. Ég ætla að segja, ég var búinn að ákveða hvaða leik ég ætlaði að gera þetta, þannig að þú ert ekki að hafa nýra ágjör mér. Chelsea Leicester er 3-1 Chelsea. 4-1 Chelsea. Tottenham Bournemouth. Áhugi 0. Já. Áhugi 0 líka. Þetta er, þú veist, og sérstaklega eftir þennan leik. Er þetta ekki alltaf törnum Tottenham? Nei. Bournemouth geta alveg unnið það. Ok, og Manchester United Arsenal mæta í hefndarhug eftir tapið í byrjun ás. En hvað gera þær á Old Trafford undir ljósunum? Manchester United Arsenal, Gunni. 1-2 Arsenal. Já! Það er ekkert annað. 2-1 Manchester. 2-1 Manchester United, segir Tómas Steindorsson. Það held ég. Við ætlum að skoða winnera og losera í þessu öllu saman. Ég held ég verði nú að Einar Á hafa áhuga á vinnerum, minni áhuga á loserum. Það er nú svona Einar Á mentalitetið. Einar Á fremstir í byggingaiðnanum, fremstir í límunum, fremstir í dúkonum, fremstir þegar kemur að nýbyggingum. Vinnerar, ég verði að fara bara beint upp í Breiðholt. Ég held ég verði bara að nefna, bara Ghetto Hooligans sem eru mínu viti bara eftir þessi sigur á móti káringum í gær. Gunni, á hverju horfur svona á mig? Nei, ég vissi ekki hvort það ætlaði að fara með þetta. Þetta var ekki frábær sigur? Jú, geggjaður sko. Ég skal lofa að rósa ekki íringum þá aftur. Ég vissi, við vorum að pæli hvað það ætlaði að fara að gera með þetta. Já, ég meina, vil ég taka þjálfaran út eða hvað vil ég, hvernig? Nei, Ghetto Hooligans, bara flott, bara mjög góður sko. Þeir eru alltaf öflugir. Verða öflugir í playoffsinu. Ég náttúrulega einn vinner svona með fréttir vikunar allavega. Það borgarstjóri Reykjavíkur Heiða Björg að slíta 3,8 M á mánuði. Það vel gett. Það lítur að vera vinner. Hún klálega vinner. Nú ber hún Breki Andersson, hann vinner, hann komin á ferðina. Sá í stuði núna. Hún setja 3 mörk í síðustu 2 leikjum. Þeir eru bara strax bara að byrja að kalla hann Benno þarna í Stockport sér maður. Það snöggir að því. Hann var líka vinner hjá mér. Og svo mér sleiðilegt að velja lúser en maður verður að setja bara Keflavíkur kvöruboltalið sem lúser vikunar sko. Ég ljótt að maður ná í Sigga Ingimundar og þú veist einhvern veginn The Legend. Og Jonni komið með áram einhvern veginn og svona gera menn ekki. Svolítið þarna Karol Lawson og svona, þetta er ekki alveg að ganga hjá þeim í miður. Sko ef við höldum okkur aðeins fyrir utan fótboltan, ég ætla bara að leyfa blakinu aðeins að bara, fyrir mér bara íþróttin sem slík á hvernig vinnur. Þetta okkar staður, þetta okkar þessi helgi. Og náttúrulega sko Kópavogsbær fær slapp á puttana fyrir að vera ekki með HK-merkin á dyrraðinsinu. Það eitthvað svona verið að reyna að neutralæsa húsið. Ég ætla að fara að mæta þarna fljótlega, skal setja bara smá pening í að merkja þetta almennilega. Og fá titlana upp í rjáur, reyndar vont upp í rjáur af því að það myndi skemma
flæði í leiknum. Við viljum ekki missa loftaðina sko. Já, en svo eru náttúrulega leikir í kvöld líka, Afturhaldi Káa og hérna Háka Altanes. Kannski ef ég fer Þína konur. Já, ef ég fer til útlanda og vel vinnur þá það sjálfsögðu DJ Daniels, ungi strákurinn sem vildi vera lögregla, strákurinn sem að stóð af sér, jafnaði sig að krabbameini og hann gerði hann að Special Sergeant í ræðunni sinni, hann Donald Trump. Maður viðurkenna það, maður hefur sjaldan einhvern veginn fellt tár á síðustu árum, en maður þegar 13 ára strákurinn fekk þessi velun og lúserarnir eru að sjálfsögðu demokratarnir sem klöppuðu ekki fyrir stráknum 13 ára og margir þingmenn þeirra hafa mjög ósátti við á framkomu. Strákurinn sigraði krabbamein og hann vildi bara lögga og vera stríðunum í hverfinu og það var viral vídeo, Donald J. Trump 45-47 pikkaði upp, gaf hann velun. Við erum ekki svona stórt hjarta greinilega. Nei. Við Gunnar. Þið búin að sjá þetta? Nei. Ég held að pappa hjarta í þér, þá mun það lóksins koma fram. Fá að velja Hjálmar Örn líka, vinner. Já, Hjálmar stendur allt af sér. Og, hann er harður. Já, hann er heldur betur harður sá. Og ég meina Guðrún Hafsteinsdóttir. Hún var á mándaginn. Við vorum með vinners and losers á mándaginn. Já, ok. Já. Þannig að það er löngu komið allt saman. En ég fekk ekki að velja aftur bara. Já. Ef það er í lagi þín vegna. Já, það er í góðu lagi mínu vegna. Takk. Má ég sjá, þá ætlum við að fara í neyða já. Það eru margar spurningar sem að bíða. Það er smá, Dóttur Fútbol að fara smá taugum því að bóðgangan er að hefjast. Nei, við erum bara á flottum tíma sko. Við erum hér. Luke Littler vann Premier League í gær. Það er rosalegt kvöld í gæri Brighton Æsver sjá Dóttur Fútbol og Dóttur Fútbol leikmönnum fyrir útivistar fatnaði Æsver þar sem prísin er fer og já ég fer í Æsver nú spurningar þær hrynja inn myndi Prime Carlton Cole leysa framherjavanda Manchester United Tommy? Myndi ekki leysa það, nei, en hann væri mikil hjálp í að halda upp í boltanum upp á topp og dreifa. Ruben Amorim að fá full mikið heit með hvernig hann er að skóla Evrópu til liðu þetta það eina tablusa í, það að segja, eftir svona langa deildakeppni. Já, þetta er nú reyndar Evrópa, en sko ef við kíkjum bara á Evrópurekord eins og til David Moyes, sko, þá lappa þessi ensku lið oft bara í gegnum þessa sko, sambandsdeild og Evrópudeild allavega svona fram í 8. eða 4. úrslit sko, þá er þetta nú yfirleitt taplust þannig að en er Amorim að fá mikið heita? Hann var að fá þetta rétt á hann, þú vildi rekkan nú hefði Gunni hætt í fjölmjölum með hann tapaði kappsmál þættinum? Nei, það hef ég ekki gert ég tap ekki, ég læri. Er það rétt sem bara heyra að bandaríska baseball superstjarnan Shane McClachlan sé góður vinur Tomma? Já, við bara erum trúnaðavinir. Þetta er Tengdason Íslands. Í hvaða liði spilar hann? Hann er í Tampa Bay Rays. Já, og þetta er bara two-time all-star sko. Með alvöru. Þið þekkist? Já. Hann var að króta undir 2 ára samning upp á Jarda. Já. Kannski ekki að vera hérna ég þarf að ræða þetta við eftir þá. Nei, þetta er bara hann með Íslands tengingu sko. Ok. Nei, menn hann með Andreu Rán, lastaskonni í fótbolta. Já. Það er svona ekkert tóku nokkur kalda handum það. Já. Nú, það eru fleiri spurningar hér mun Leifur Árnason taka við lögmál leiksins ef Kjartan og þegar að það gerist verður þá ekki óþarf að hafa aðra með í þættinni þetta er bara verður eitthvað sem verður pizza bara næsta haust og Kjartan hefur ekki tíma þá gæti lausnum bara tekið þetta þá verða þeir aðeins lengri þættinir eftir á móti þá verður þetta í 2 tíma hann er svo, stundum þannig að skólingu til þá er ég bara ég sendi nú ég er stundum hérna, það lausnum hérna byrjar þá er ég hérna 7 mínútur reyna að fara að fara að tala hann minnir mig á 2 góða manneskju hann minnir mig stundum á Kela og Gunnar Birgis hann er svona litli bróðir sem á stóran bróðir sem að var alltaf aðmaðurinn og hann þarf alltaf að brjótast fram en kannski engin ólympíu stóru bróðir eins og Gunnar svo er það hinn hinn bróðurinn, vill tala við hann? Já, það hefur ekki beðið það eins og mamma sagði þegar ég vildi fá hann í Dóttur Fútbol nú viltu ekki fá ólympíustrákin ef Íslands félagslið myndi koma í ensku úrvarsdeildina í staðinn fyrir Southampton myndi það ná stigi? Já
Þú veist það það stig það stig sko. Heima á móti Ipswich eða eitthvað halda. Jú, Víkingjan sko Breiðablikur Íslandsmeistari jú, 5 stig Nei, Sölvi Harald sem spurning á okkur báða getur ír farið alla leið í körfunni það að stefna í ótrúlegasta íþróttaafrek í sögu íslenska íþrótta þetta með eitthvað 1/10 af budgeti á við dýrustu liðin það alveg svakalegt afrek ef ír myndi vinna þetta og örugglega eitt af þeim ótrúlegustu en nei, þeir fara ekki alla leið. Hvað segir þú, Gunni? Nei, ég svona ekki ég meina að þeir eru bara en uppgangur ír eftir að Borsi tók við sko, þá hafa hann bara verið topp 4 lið í þessari deild. En það eitthvað eitt lið að fara að missa af úrslitakeppni eða 2 sem að verður sko ef til dæmis ef að staðan fer eins og hann akkurat núna þá Þór Þórðarsson og Keflavík fyrir utan úrslitakeppni og það væri náttúrulega bara katastrófa fyrir bæði lið því miður. Nú, það eru óbúslega margar spurningar nú þessi afturspurning, nei, ekki Justin Kluivert besta 10 í ensku úrvalsdeildinni í dag? Nei. Nú Blakheimurinn tilbúin fyrir kortsætt stemninguna? Ég get sagt ykkur það að hákangarnir undurbyggu sófa fyrir mig þarna fyrir aftan öðrum einn. Ég nenni ekki svona stælum. Ég er pjúristi. Nei, mér fannst það því að ég mæti ekki, ef ég mæti allar ekki þá myndi ég nenna einhverju svona skemmtilegu en að virðingu við íþróttunum, ég nenni ekki að vera svona eitthvað með eitthvað bucket hat og vera eitthvað ég er mættur. Nei, ég mæti bara og ég söng háká. Ég held líka bara að Blakið sé, það kannski, ég meina við Gunnar erum að vinna því, við myndum halda að sé svona 5 ár í að myndist kortstæðstæðningunni. Ég startaði á kortstæðstæðningunni í Smáranum 2017. Við startaðum kortstæðstæðningunni í play-off. Ég stafnaði henni 2017 í Smáranum, Breiðablik Valur. Já, það var svona, við köllum það svona one-off í rauninni, svona kortstæð menning. Ég tók Jack Nicholson inn á þetta og fór inn á völlin eftir eitt þristin K.J. stóð alltaf upp þegar K.J. bara gerði sér líklegan að skjóta og svo bombaði inn á þristin í hljópin og setti þetta í smetti á valsmönn. Var þetta brennslutímabilið? Hendi í þá eins og hann kallar þessum tíma Birmingham muslimin sett inn í þrennuna og hérna þannig að þið hafi ekki séð svona gamla klippur núna af mínum manni K.J. Hann var alveg glæsa og með mikið skegg og þetta stundum svona Stöðvar Sport 5 yfir daginn og svona og ég horfi mjög ofta á þetta. Herri, slum kíkja á þetta. Já, maður startaði þessar helvítis kortsett menningu sem að reynda núna að fara út í einhverju vitleysu eins og margt annað en við slum skoða Dóttar fútbollægið, heyrið það? Slum fara í Helgrandi. Já, það hefur verið gaman að klára allar þessar spurningar fyrir leikmenn. Já, margar ótrúlegar spurningar. Já, það eru margar. Þetta ótrúlegar spurningar. Já, ok. Drengir, ég ætla að fara á heimavöll Gunnars Birgissonar. Bóm. Spilum El Grande með Kemi.is. Nú fór verra, ég er ekki með Hemmi var að senda mig skilabúð. Tilbúð og glussa. Tilbúðið, það hljómar einfaldlega þannig. Glussa sprengja, tilbúðsverð 99.900 krónur. Það er ekkert verð. Þá veit ég hvert ég fyrir eftir þátt. Það er ekkert verð. Já. Glussa sprengja? Já, þetta stendur yfir í 2 vikur frá 5. til 15. mars. Tunna af glussa kostar venjulega 181.000 en þeir ætla að selja 100 tunnur á 99.000. Er eitthvað kappað á mann eða? Nei, það væri ekki svona ósmekklegt að taka meira 4. Já. Það kannski er það bara ég. Herri, strákar, ég ætla bara að safna núna félagsliðum sem hafa orðið bikarmeistari í blaki. Tómas Steindorsson, þú ert nú ekki titlaður, þú ert ekki að vinna við þetta. Nei. Þannig að þú kannski byrjar. Og þetta er karla og hvenna meina þau ekki. Já, ég ætla að gera ráð fyrir því þegar við þá ekki byrja bara í Digranessunum, háká. Jú.
Afturhalding Þróttur Neskaupstað Já, Þróttur Reykjavík já. Við hljótum að vera með afturhaldingu hana Það er komið Var Afturhalding Varstu búin að segja? Ég byrjaði Afturhaldingu Þú byrjaði á afsakið Þá ætla ég að fara í voru ekki stúdínurnar að segja þetta á sínum tíma Yes, það er rétt Ég fer þá bara í Hamar Ég ætla nú að skilja það eftir Ég hef búin að vera svona skilja það eftir fyrir Já, Tómas Káa Já, heldur betur Nóa til Stjarnan Já, Þorkell Máni og félagur í Stjörnunni já Herra, nú fer þetta svona aðeins að vandast hjá manni valið hvert eru að fara með þetta? Ætlum við að taka mögulega bara Þróttur Reykjavík? Komið Það var komið Já Reykjavík og Þróttar voru komnir Já, þarna er þetta allt uppi Neskararnir voru líka komnir Þeir voru líka komnir Framararnir Framarar, já, framarar Það er ekki yellow bara Það er bara, ef ekki um yellow Ég var ekki skjöfubót Já, það er eitt alveg svakalega sigursætt lið hérna hjá konunum Já Late 80s, early 90s Ég er bara í bölvuðu brasi hérna Ég vil kannski að segja umdeildasta fótboltalið landsins sem að menn annarkvort elskaði að hata KR Nei, það er náttúrulega bara hverjir eru the bad boys Víkingar Víkingar Já, ok, nú er ég algjörlega á yellow sko Breiðablik á titil Já, Breiðablik á titil 1987 í hvernaflagi Keflavík Nei, þar fór það Já, þetta var nei eða já með mínum manni Biskupstungurnar eiga, ungmennafélag Biskupstungna eða ekki, ÖMF eða var það Laugdalinga? Laugdalinga Já, Laugdalinga, Ég get sagt þér samt eitt strókar að þeir voru ótrúleir Það kom meil allt Þetta Breiðablik, Víkingur var svolítið forsað inn eina sem vantaði og mér sárnaði voru Völsungstelpurnar þegar það er unnuð þetta 84 Svona þegar við vorum að hita upp fyrir landsmóti 87 það var ansi gott að fá mæta með titil 84 það var stórt Já, ég var einfallega búin að gleyma því Það kemur fyrir Það er bara þetta mannlega Tómi Steindors hafa gefið þetta að fá þig það er líka alltaf frábært að fá Gunnar Bergisson Já, djúvill alltaf gaman að koma maður sem að lífgara upp á hvert herbyrgi sem hann lappar inn í ef þið vilja hitta Gunnar þá verður hann upp í dyrann sig alla helgina og gefið sér tíma fyrir allt og alla Svo verður ég í Marrakech Svo var hann í Marrakech eftir 2 vikur Það eru 13 dagar við fyrir til Marrakech fyrsta skipti á Dóttarfútból í Afríku Gunnar Bergisson aldrei komin til Afríku Tómi hefur komin til Afríku Nei, ég hef aldrei komið Löngu komin tíminn til að fara til Afríku It's time for Africa Já, þú samt sko ef ég fer til Afríku þá ætlum ég að fara sunnan Sahara Það er bara svoleiðis, það er kannski gott að byrja þetta í Marokko Já, ég færa sig svo niður sem færir sig niður og endar þetta svo í Suður Afríku í velistingum þar Ég myndi nú segja að ég var í Afríkumaður þá er ég nú alltaf svona vestur Afríkumaður Já Svona ef ég tek í svona mitt íþróttafólk frá Afríku þá er það held ég svona vestur afríska holningin sem heillar mig hvað mest Já, en svo er það Kenjumennir Nei, það er Ghana, Nígería, Fílabeinsströndin Já, þeir eru fyrir austan þeir mjög góður að hlaupa og Kenjumennurinn geði Já, þetta eru einmitt svona kraftasportið fótboltinn og það er vestamegin langklöpin eru austamegin Já, og langklöpin eru líka segir fyrir norðan Já, flotti fyrir norðan Já, frábærir, Marko Ég kalla hann með millivegalindir orðið þessar vegalindir við bakast hlaupamenn Svo hengill últra núna í ár, hann er 106 Já, millivegalindir Já, þú veist, nei það er hálfur Já, það er hálfur últra Ég horfi alltaf í þetta, í þessi langklöp Ég vil fá sem lengstu vegalind fyrir sem minnstan penning Þannig græði ég hvað mest sko. Ég segi alltaf, varst ég hengil últra? Já, og hvað var þetta gerðið? Já, tók hálfan Maður einhvern veginn gefur ekkert fyrir Nei, ekki lengur En svo er það Laugavegurinn í sumar Ætlið að vera með 4. ári í röð Ætlið að vera með Laugavegurinn últra Það verður gaman Það verður gaman Já, ég er, þú veist
ég er svona að pæla í hvort að maður eigi, þú veist, ég hef alltaf verið að hlaupa þetta, ég er að pæla í hvort að maður eigi núna kannski bara að skokka og rölta að njóta já, og njóta, Já. af því að ég hef einhvern veginn aldrei náð að pæla í the scenery í kringum þetta, þannig að hérna, það væri svona alveg, það væri gaman allavega að fá að njóta eins Já, njóta í leiðinni meðan maður hleypur já, Það sem vandamáli finnst mér við bakarslöpum maður fer aldrei að njóta alveg Nei. það er vandamálið en annars minn ég á hérna blækið, en einu Já, sinni ég hlakka mikið til Ég vil að ég samt ég Hefur sagt þína konu verið í úrslitum? Það er að fá mér eitthvað, þeir eru öll með svo gott teimi Það væri geggjað að taka Já. þetta í baka sem eru með eitthvað 10 manna teimi í kringu sig Teimi. ég, Marías. Mati Dalmæ Hraunar Karl Já, þeir taka alla Daniel þessa Rúð. helstu og þeir að mata mig og setja mig teppi maður á meðan ég er að hvíla mig sko. hverju væri í þínum teimi? Gilsarinn Já, Ég myndi líka því að bara upp á alltaf myndi ég alltaf fá Auðun Blöndal og svo væri ég svona, ef ég væri neikvæður og leiður eitthvað svona, þá væri gott að hafa höfðingjan með mér já, aðeins til að koma mér í gegnum einn ringi viðbót og svo væri ég með konuna já. þetta er mjög flott teimi hér, mjög flott Dóttar útból, það var sig, verið sæl